Morðið sem var framið í Rauðagerði í Reykjavík í fyrra á sér enga hliðstæðu í íslenskri réttarsögu að mati Landsréttar. Einn þyngsti dómur Íslandssögunnar féll í Landsrétti í dag og sýknudómnum var snúið í 14 ár. Kristrún Frostadóttir hefur verið kjörin formaður Samfylkingarinnar. Hún fékk tæplega 95% atkvæða. Landsfundur flokksins hófst í dag og allt útlit fyrir að sjálfkjörið verði í 2 æðstu embættin. Helstu stjórnendur Twitter samfélagsmiðilsins voru reknir í morgun eftir að Elon Musk, einn ríkasti maður heims, gekk frá kaupunum á fyrirtækinu. Verðmiðinn ríflega 6.300 milljarðar króna. Unnur Þorsteinsdóttir, áhrifamesta vísindakona í Evrópu, segir mjög gefandi að gera uppgötvanir sem koma fólki til hjálpar. Þolinmæði og brennandi áhuga þurfi til að vinna við vísindarannsóknir. Yfir 150 börn hafa tekið þátt í nýstárlegri rannsókn á svefni barna sem fer fram á sjúkrahúsinu á Akureyri. Niðurstöðurnar gætu varpað ljósi á samband offitu og kæfisvefns hjá ungum börnum. Gott kvöld. Allir ákærðu í Rauðagerðismálinu svokallað hlutu þunga dóma í Landsrétti í dag. Höfuðpaurinn hlaut þyngsta dóm Íslandssögunnar eða 20 ár og hin 3 sem áður höfðu verið sýknuð í héraðsdómi voru dæmd í 14 ára fangelsi. Ár síðan Angelín Sterkay var dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir að hafa myrt Armando Bekiray fyrir utan heimili hans við Rauðagerði í Reykjavík miðjan febrúar í fyrra. 3 önnur voru ákærð í málinu en þau voru öll sýknuð í héraðsdómi Reykjavíkur. Viðsnúningur varð hins vegar í Landsrétti í dag þegar öll 4 voru dæmd til fangelsisvistar. Þannig var dómur yfir Angelín Sterkay sem hlaut 16 ára fangelsisdómi í héraðsdómi í fyrra þyngdur í 20 ár sem gerir það að einum þyngsta dómi sögunar. Hin 3, Múrat Selvirata, Claudia Carvalho og Spetim Kerimi voru dæmd í 14 ára fangelsi fyrir samverknað. Það einfaldlega ekki neitt í málinu sem réttlæti þessa niðurstöðu. Hann saklaus í þessu máli og þetta bara frekar sorglegt fyrir Íslands réttarkerfi. Af hverju ertu svona viss að hann sé saklaus? Ég hef bara litið sönnunargögnin augum og skoða þau og það ekki sannað að þessi maður sé sekur neitt. Kom þetta á óvart? Ég skal ekki segja að koma á óvart en jú, vissulega til að þetta ekki rétta niðurstöðu og nauðsynlegt þetta að Hæstiréttur fjallum þetta mál. Þetta langt umfram allt sem að hefði mátt búast við að mínu mati. Röng niðurstöðu að hvaða leyti? Bara lögfræðilega ekki rétt, varðandi túlkun og mati á sönnun og viðurlögum. Ég var alveg sannfærður það að umbjóðandi minn yrði sýknaður í þessu máli. Ég veit það eitt að þetta fer til Hæstaréttar. Dómurinn var einróma í niðurstöðu sinni, sagði árásina þaulskipulagða og í senn ofsafengna og miskunnarlausa. Málið eigi sér enga hliðstæðu í íslenskri réttarsögu. Aðstandendur Armando voru viðstaddir dómsuppkvæninguna og föðmuðu Kolbrúnu Benediktsdóttur varahéraðssaksóknara að henni lokinni. Múrat mætti einn sakborninga í Landsrétt. Hann gekk inn sem frjálsmaður en var síðan leiddur út í járnum skömmu síðar. Kristrún Frostadóttir var í kvöld kjörin formaður Samfylkingarinnar með tæplega 95% atkvæða. Kristrún var ein í framboði á landsfundi flokksins sem nú stendur yfir á Grand Hóteli í Reykjavík. Og þar Höskuldur Kári Schram fréttamaður. Höskuldur, verður þetta ekki að teljast nokkuð afgerandi kosning? Jú, heldur betur því við verðum að muna að Kristrún var ein í framboði og það hafði engin annar óskað eftir því að verða formaður flokksins og hún hafði óskað eftir því að fá gott og sterkt umboð frá sínum flokksfélögum og það fekk hún heldur betur. Þetta verður að teljast býsna góð niðurstaða fyrir hana. En atkvæðagreiðsla í formannskjörinu hún hófst klukkan 4:30 og lauk klukkutíma síðar. Niðurstöðurnar voru svo kynntar hérna skömmu fyrir fréttir. Það brutust út mikil fagnaðarlæti þegar niðurstaðan var kynnt og því ljóst að Kristrún verður 7. formaður Samfylkingarinnar frá því flokkurinn var stofnaður fyrir 20 árum. Það einnig ljóst að Guðmundur Árni Stefánsson, oddviti Samfylkingarinnar í Hafnarfirði og fyrrverandi ráðherra, hann verður næsti varaformaður. Hann var líka einn í kjöri en frestur til þess að lýsa yfir framboði í það embætti. Hann rann út klukkan 6:30.
En það var Logi Einarsson, fráfarandi formaður sem að setti landsfundin hér fyrr í dag og hann nýtti tækifæri til að líta yfir farinn veg. Við skulum sjá hvað Logi hafði að segja. En ég kveð samt nokkur sáttur. Ég var kallaður útfararstjóri flokksins á sínu tíma, en það enginn sem spáir flokknum dauða nú, heldur snýst gagnrýnin fyrst og fremst að við séum ekki stærri. Og það heilbrigt. Og það eðlilegt. Og núna ég ásamt félögum mínum sem að stugu ölduna í gegnum versta storm í sögu flokksins. Við erum að skila af okkur velrekinni hreyfingu með metnað til að ná lengra í þéttu samstarfi við aðra miðjuflokka í stjórnarandstöðunni sem við hafa alla tíð lagt mikla áherslu á. Já, og hjá mér nýbakaður formaður Samfylkingarinnar til hamingju með þessa niðurstöðu. Þetta lítur að vera ansi gott og þægileg tilfinning fyrir þig. Já, ég auðvitað bara mjög þakklátt. Ég mjög þakklátt bara flokknum yfir höfuð fyrir að hafa stutt svona vel við mig. En mér finnst þetta líka mikilvægt að fá sterkt umboð vegna þess að við ætlum að ráðast í ákveðnar breytingar og ég hef verið býst að skýra því hvað svona ég vil sjá flokkinn gera núna á næstu misserum, svo við séum í góðri stöðu til að stjórna landinu þegar því kemur. Þannig að þetta skiptir mig líka bara gríðarlega miklu máli. En þú segir breytingar, ertu að boða miklar stefnubreytingar og breytingar svona varðandi stefnu flokksins? Ég mun auðvitað fara svona betur yfir það í stefnuræðu minni á morgun, en í grunninn snýst þetta að kannski setja svolítið nýjar áherslur, þar að segja fara aftur í kjarnamál jafnaðarmanna sem auðvitað svolítið mikið velferðarmál en líka bara hvernig fólk býr og hvernig það kemst á milli staða. Fólki finnst skipta máli að stjórnmálamenn tali inn í sitt daglegt líf, þannig að það verður áherslu hjá okkur. Og svo ég líka að leggja áherslu á nýtt verklag, að við höldum tengslunum betur við fólk, að við náum að virkja fólk og ég vil opna flokkinn og það verður stórt verkefni fyrir okkur á komandi ári að opna flokkinn meira og fá fólk með í þetta verkefni. En það sjálfkjörið í 2 æðstu embætti flokksins. Já, er það ekki svolítið ágefni? Já, það fer eftir hvernig á það litið. Ég held að það sé líka til marks að það sé bara sátt og samstaða kannski það forystu sem að birtast og teiknast upp. Það verða einhvers konar slægir í öðrum embættum og það verður líka bara forvitnilegt að sjá hvernig kemur út úr því. En í grunninn held ég að flokkurinn sé bara á mjög góðum stað. Þetta sé líka til marks að fólk vill fara áfram saman og fólk ánægð með það teymi sem að teiknast upp. Það liggur fyrir tillaga á þessum landsfundi að breyta nafni flokksins. Styður þú þá tillögu? Nú verð ég bara að hlusta á grassrót flokksins. Ég mun ekki greina endilega frá mínu atkvæði, en ég held að skiptir samt engu síðu máli að nafnið bara nafnið. Auðvitað hefur það merkingu, en í grunninn skiptir máli að fólk tengi við okkur, það skiptir máli hvað við segjum, það skiptir máli hvað við stöndum fyrir og í lok dags þá það alltaf að fara að vera sterkustu skilaboðin sem kom út á svona fundi, hvort að fólk vilji sjá breytingar og hvernig við náum til fólks. Þannig að svo verðum við bara að sjá hvað flokkurinn vill. Ein stutt spurning að lokum. Já, þú kemur inn í pólitík fyrir tæpum 2 árum. Þetta ansi, þú náðu miklum árangur á stuttum tíma, vildi ég sagt það. Já, þetta auðvitað bara mjög bratt og ég skil mjög að fólk upplifa þannig, verðist ég upplifa þannig sjálf. Stundum gerast hlutirnir bara svona og maður verður að ganga inn í tækifærin þegar þau birtast og ég auðvitað bara mjög þakklátt fyrir þann stuðning sem ég fengi og svo verður við bara að sjá til hvernig þetta fer. Takk hérlega fyrir þetta og við látum þessu lokið hérna frá landsfundi Samfylkingarinnar. Takk fyrir það, Höskuldur Kári á Grand Hotel. Elon Musk, einn ríkasti maður heims, á núna samfélagsmiðlinn Twitter 1. Hann greiðir ríflega 6.300 milljarða fyrir fyrirtækið og byrjaði á því að reka helstu stjórnendur þess þegar hann tók við. Musk gekk frá þessum kaupum í gær og tilkynnti á Twitter að sjálfsögðu að fuglinn hefði verið frelsaður. Það að sjálfsögðu vísun í merki Twitters og mögulega vísun í að Musk ætla að losa ritstjórnartaumana sem verið hafa í gildi á miðlunum undanfarin ár. Það búast allavega margir við því. But he said again and again that guardrails are really not for him when it comes to content moderation. And I think we have the endless proof that without guardrails on a platform like Twitter or really anywhere on social media, you end up with hate, misogyny, conspiracy theories, and that's not positive for anyone. That's not Twitter for good.
Engin viðskipti voru með hlutabréf í Twitter í dag. Nokkrir af helstu stjórnendum fyrirtækisins fengu reisupassan leið og Musk hafði gengið frá kaupunum. Hann ætlar að fækka starfsfólki verulega og hefur lýst því yfir að Donald Trump, fyrrum Bandaríkjaforseta og einum allræmdasta notanda miðilsins, verði aftur hleypt á Twitter, þaðan sem hann var rekinn fyrir að dreifa falsfréttum. Well, time will tell and humanity is measured in many different ways. I think if you zoom out and look at a higher level now, the three biggest social media platforms in the world, one is controlled by the Chinese, one is controlled by Mark Zuckerberg, and one is controlled by Elon Musk. And I'm not sure that's the best place for social media to be, regardless of what you think of Mr. Musk. But that is the situation we're finding ourselves in as of today. Ráðist var á eiginmann Nancy Pelosi, forseta fulltrúadeildar Bandaríkjaþings, á heimili þeirra hjóna í San Francisco í morgun. Svo virðist sem árásarmaðurinn hafi verið að leita að forseta fulltrúadeildarinnar en hún var hins vegar stödd í Washington. Paul Pelosi er 82 ára gamall. Lögregla segir að árásarmaðurinn hafi slegið hann ítrekað með hamri og hrópað að hann hafi viljað vita hvar Nancy Pelosi væri. Lögregla handtók árásarmanninn og hann hefur nú þegar verið ákærður fyrir tilraun til manndráps. Áhrifamesta vísindakona Evrópu, Unnur Þorsteinsdóttir, segir að brennandi áhuga þurfi til að gerast vísindamaður. Lykillinn að árangri sé samvinna. Unnur hefur skrifað 400 vísindagreinar ásamt meðhöfundum og hefur verið vitnað í skrif hennar 190.000 sinnum. Vefurinn research.com skipar henni á listan fyrir rannsóknarframlag. 160.000 vísindamenn sem eru konur eru á listanum og er Unnur sú 5. áhrifamesta í heiminum, auk þess að vera á toppi listans í Evrópu. Unnur segir vísindarannsóknir ætíð samstarf. Margir eigi þátt í þeirri viðurkenningu sem hún hefur hlotið. Þessi heiður sem ég var aðhljótandi að var í rauninni byggir á þessu rannsóknarumhverfi. Það er alveg einstak að bæði að gögnum og vísindafólki. Unnur hefur komið að flestum rannsóknum íslenskrar erfðagreiningar, annars vegar leit að genum sem tengjast ákveðnum sjúkdómum og nýtast við lyfjaþróun og hins vegar rannsóknum á stökkbreytingum. Í rannsóknunum hefur til dæmis verið sýnt fram á að stökkbreytingar í sæði aukast með aldri og geta valdið fósturgöllum en séu ekki tengdar aldri mæðra. Þetta var svona alveg grundvallar uppgötvun sem við gerðum fyrir nokkrum árum. Unnur ætlaði í raun aldrei að verða vísindamaður. Hún vann við kennslu skeið, en í framhaldsnámi ytra kynntist hún alvöru vísindum, segir hún, og heillaðist og fór í enn meira nám og er með doktorspróf í sameindaerfðafræði frá University of British Columbia í Kanada. Þegar ég byrjaði í rannsóknunum þá fann ég fjölina. Þetta var það sem ég vildi vera. Hvaða ráð á Unnur fyrir þau sem eru að leita sinni fjöl og langar ef til vill að feta í fótspor hennar? Maður þarf náttúrulega að hafa svona einhvers konar ástríðu fyrir starfinu og hún verður að vera. Og ég hef haft ástríðu fyrir öllum þeim rannsóknum sem ég hef gert. Það er mjög gefandi að gera einhverja uppgötvun sem ef til vill geti hjálpað einhverjum í framtíðinni. Kosningar verða á Norður-Írlandi sennilega miðjan desember eftir að frestur til að mynda starfhæfa stjórn og þing rann út á miðnætti í gær. Pattstaða hefur verið stjórnmálum á Norður-Írlandi síðan í maí þegar Sinn Féin, flokkur lýðveldissinna, fékk flest atkvæði í kosningunum sem þá voru haldnar. Lýðræðislegi sambandsflokkurinn DUP hefur síðan þá neitað að tilnefna ráðherra og segir að bresk stjórnvöld þurfa að breyta Norður-Írlands bókuninni svokölluðu sem gerð var eftir Brexit. Sú bókun kveður á að Norður-Írland sé hluti af innri markaði Evrópusambandsins. I've had lots and lots of talks with all the parties and will continue to do so. And I hear it when parties say that they really do not want an election at all. But nearly all of them are parties who signed up to the rules, the law that means I need to call an election. Ein ítarlegasta svefnrannsókn sem gerð hefur verið á Vesturlöndum á svefnvandamálum ungra barna fer nú fram á sjúkrahúsinu á Akureyri. Rannsóknin gæti í fyrsta sinn varpað ljósi á algengi kæfisvefns meðal barna á aldrinum 4 til 8 ára.
Mæðgurnar Heiður Sif Heiðarsdóttir og Hildur Ísey Hermannsdóttir skráðu sig í svefnrannsóknina í vikunni og slást þar með í hópinn með hátt í 150 fjölskyldum sem þegar hafa tekið þátt. Foreldrarnir eru sendir heim með hring sem mælir meðal annars súrefnismettun og hjartslátt barnanna og ekki var annað að sjá en að væntanlegir þáttakendur væru spenntir að prófa. Hvað ætlar að gera þennan hring? Setja hann á 13. Ok. Og ætlar að sofa með hann í nótt? Já. Skipuleggjendur rannsóknarinnar vonast til þess að ná yfir 500 börnum til þáttöku en hún gæti gefið verðmætar upplýsingar svefn á þessu mikilvæga þroskatímabili sem fram að þessu hefur yfirleitt verið mældur með huglægu mati foreldrana. Við þekkjum það þegar er að ræða lítil börn, allra minnstu krílina, þá oft óværð tengd við svefnvandamál barna og þá það gjarnan tengt tanntöku eða vandamálum í eyrum, eyrnabólgur, magakveisur og annað slíkt sem að vekja börnin. Nú upp úr 2-3 ára aldri þá fara oft þessi vandamál að sjatna en þá taka til vandamál sem hafa oft með að gera stækkun á nef- og hálskirtlum sem fara beinlínis að þrengja að efri öndunarveginum og framkalla kæfisvefns líkan svefn. Svefn sem vandi sem þá truflar nætursvefn þessara barna. Sambandið milli kæfisvefns og yfirþyngdar meðal fullorðinna vel þekkt. Aldrei áður hefur hins vegar verið sýnt fram á slíkt meðal barna en það sem af rannsókninni eru strax komnar vísbendingar að kæfisvefn gæti tengst þyngdaraukningu ungra barna. Og þá erum við náttúrulega vonast til að þetta geti verið eitt svona þetta púsluspil ráðgátunum það hvers vegna sumir þyngjast mikið og aðrir ekki, jafnvel innan sömu fjölskyldu. Raddböndin verða þanin á sérstakri Grís tónleikasýningu sem haldin verður í Laugardalshöll annað kvöld. En þar stendur líka undirbúningur og æfingar yfir og þar Sunna Karen Sigurþórsdóttir fréttamaður okkar stödd. Sunna, allt að verða klárt? Já, sveimið þá, ég held það. Hér æft í hverju horni og ég skynja svolítið eftirvæntingu í loftinu. En stórumálin, Stjarnan, Magnús Kjartan og Jóhanna Guðrún. Þetta nokkuð stór dagur hjá þér núna í dag. Hvað að fara að gerast? Ansi stór. Fyrst og fremst dóttir mín á afmæli, hún 12 ára, Kolbrúnina til hamingju. En þá að fara að taka mig skeggið. Já, og hvernig líst þér á það? Alveg hræðilega. Nei, ég segi svona. Þetta verður allt í lagi. Öllum hinum líst mjög vel á þetta. En af hverju ertu að gera þetta? Vegna þess að Danny Zuko 18 ára gamall í Grís og þá hann væntanlega ekki með grátt í skegginu. Varstu tilbúin í þetta? Já, ég tilbúin. En Jóhanna Guðrún, þú kannski aðeins, því var gaukað mér að þú væri búin að vera svolítið slöpp upp á síðkastið. Hvernig hefur undirbúningurinn gengið? Hann hefur bara gengið vel. Þetta náttúrulega, ég horfði á Grís 2 sinnum á dag í mörg ár, þannig að ég kann þetta mjög vel. Ég hef ekki miklar áhyggjur og ég öll að hressast. Og Grís besta mynd í heimi? Alveg, ekki spurning. Hvað segir þú, Maggi? Já, ein lang besta mynd sem nokkuð tíma hefur verið framleitt. En ég skal ekki trufla ykkur mikið lengur, við fáum kannski að sjá smá brot úr sýningunni. Dýrfirðingar eiga nú von að Gramsverslunin gangi í endurnýjun lífdaga. Ísafjarðarbær leitar að áhugasömum til að taka yfir eitt elsta og jafnframt verst farna húsið á Þingeyri. Hans Christian Gram kaupmaður reisti Gramsverslun á Þingeyri á 8. áratug 19. aldar. Gramsverslun norskt timburhús og má enn sjá merkingar á bitum til leiðbeiningar hvernig skal setja húsið saman. Kaupfélag var þar rekið árabil. Það þjónar sama tilgangi frá 1875 til svona 1957-8 að nýja verslunarhúsið hjá Kaupfélagi Dýrfirðinga var tekið í notkun.
Húsið var síðast notað fyrir 30 árum og er nú í slæmu ástandi. Ísafjarðarbær lýsir eftir áhugasömum að taka það yfir. Hver sá sem fengi húsið á mikið verk fyrir höndum, þar sem það kemur með kvöð að færa þetta 350 fermetra eitt sinn stæðilega hús aftur í upprunalegt horf. Ég held að þau eru að byrja á því að koma gólfinu í aftur og fara í gegnum burðaviðina og síðan er hægt að taka ákvörðun það hvort það verði á sama stað eða flutt. Samkvæmt skipulagi má snúa húsinu og færa það yfir götuna. Þetta er stórt verkefni og eins og gefur að skilja þá er þetta hús búið að standa lengi og við sem íbúar hérna viljum að verði vandað til verka og ekki hver sem fáið þetta. Hægt að senda inn áætlun endurbætur og framtíðarsýn notkun hússins fram til mánudags. Og það var veðri, það verða sunnan til 15 til 13 metrar á sekúndu á morgun og lítilsháttar væta, en þurrt og bjart á norður- og austurlandi. Hiti verður víða á bilinu 2 til 7 stig, en Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur hún fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Helga Margrét Hörskuldóttir sér í kvöld. Heimsmeistaramótið í áhaldafimleikum hefst á morgun þegar undanúrslit í kvennaflokki fara af stað. Ísland á 4 keppendur á mótinu og þar af 2 í kvennaflokki. Stelpunar eru klárar í slaginn og tilbúnar að gera sitt besta á mótinu. Ekkert var teflt á heimsmeistaramótinu í Fischer slembiskák í dag en undanúrslitin fara fram á morgun. Keppendur fóru þess í stað á slóðir Bobby Fischer. Keppni í bestu deild karla í knattspyrnu lýkur á morgun og þá verður einnig tilkynnt valið á bestu og efnilegustu leikmönnum deildarinnar. Íslenskur toppfótbolti birti í dag lista yfir efstu 5 leikmennina í hvorum flokki. Og áður við kveðjum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Morðið sem var framið í Rauðagerði í Reykjavík í fyrra á sér enga hliðstæðu í íslenskri réttarsögu að mati Landsréttar. Einn þyngsti dómur Íslandssögunnar féll í Landsrétti í dag og sýknudómum var snúið í 14 ár. Kristrún Frostadóttir hefur verið kjörin formaður Samfylkingarinnar. Hún fékk tæplega 95% atkvæða. Hún boðar nýjar áherslur og ætlar að opna flokkinn. Helstu stjórnendur Twitter samfélagsmiðilsins voru reknir í morgun eftir að Elon Musk, einn ríkasti maður heims, gekk frá kaupum á fyrirtækinu. Verðmiðinn var ríflega 6.300 milljarðar króna. Unnur Þorsteinsdóttir, áhrifamesta vísindakona Evrópu, segir mjög gefandi að gera uppgötvanir sem komi fólki til hjálpar. Þolinmæði og brennandi áhuga þurfi til að vinna við vísindarannsóknir. Yfir 150 börn hafa tekið þátt í nýstárlegri rannsókn á svefni barna sem fer fram á sjúkrahúsinu á Akureyri. Niðurstöðurnar gætu varpað ljósi á samband offitu og kæfisvefns hjá ungum börnum. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á RÚV appið. Njótið helgarinnar, hafið það gott og verið sæl. Kvennalandsliðið í handbolta mætir Ísrael í tvígang í forkeppni HM í handbolta í nóvember og eru báðir leikir hér á landi og báðir beint á RÚV.